Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér á Stöð 2. Sesturinn hjá mér hann Hafliði Helgason sem ég ætla nú bara að titla núna sem ráðgjafa sem þú ert, allavega ekki lengur blaðamaður. Já, ég nú eru góður á dýr. Hafliði, við ætlum aðeins að byrja á að tala hérna hugsanlega sameiningu Spron og Kaupþings. Einhverjar líkur á því að þetta verði ekki? Það eru nú allavega mínu viti fremur litlar. Mér sýnist þetta nú svona í fyrsta lagi þá sé þetta nú besta leiðin fyrir hluthafa Spron. Uppgjör, 3 mánaða uppgjör Sparisjóðsins var ekki gott. Fyrir skatta tapaði hann 10 milljörðum og eftir standa einhverju 17 milljarðar í eigið fé. Já. Sem auðvitað hlutfallslega alveg svakalegt og hérna ef maður horfir á þetta sko hvers konar afkoma hefur verið af sparisjóðunum og þessum smærri fjármálafyrirtækjum þá hefur hún verið borin uppi af gengishagnaði og þetta er nú svo sem það sem maður hefur bent á í mörg ár og þess vegna var ég nú mjög fylgjandi því á sínum tíma að Kaupþing tæki Spron fyrir 3-4 árum síðan, eða 3 árum síðan. Já, en hver eru kostið þess fyrir Kaupþing þá? Kostirnir eru þeir að vandi Spron er kannski að stærðin er óhagkvæm. Kaupþing mun geta náð einhvers konar hagræðing út úr, það er ágætt, það eru fínir viðskiptamenn í sparisjóðunum, góðir viðskiptamenn, það er bara rekstrareiningin sem að gengur eiginlega ekki upp en svo er sögulegar ástæður líka fyrir þessu að það eru mjög sterk bönd þarna á milli stjórnenda og eigenda í þessum tveimur fjármálafyrirtækjum þannig að og Sparisjóðurinn leitt á sínum tíma Meið sem að síðar varð Exista þannig að þarna eru sterkar tengingar og ég reikna nú með að menn vilji líka bara greiða málum þannig að þetta verði sem sársauka minnst fyrir alla aðila. Já, og talandi einmitt sársaukan, þetta hlýtur að menn eru náttúrulega hagræða og mun þetta ekki þýða það að menn muni segja upp í stórum stíl? Það er ómögulegt að segja, það er náttúrulega mjög líklegt að fjármálagerðin hefur verið að segja fólki að undanförnu, ekki bara töluvert erlendis líka, bæði Luxemburg, Glitnir hefur verið að segja upp í Noregi, Kaupþing hefur verið að segja upp víða. Það er eðlilegt. Þetta eru reyndar ekki stóra tölur Nei, en þetta mjallast svona inn 80 manns frá áramótum í fyrirtæki sem með 3300 starfsmenn. Jú, en þetta svona tákrænt, menn að taka þetta hægt á bítandi og svo einhver starfsmannavelta sem líka að tikka. Þannig að já sko, við erum auðvitað að horfa upp á það að það er lífsnauðsynlegt að hagræða í fjármálakerfinu núna og menn þurfa sko samdráttarskeið eða kreppur, við erum að lenda, hagkerfið er að fara inn í harðalendingu, það mun þýða það er ekkert orðið spurning ef, við erum bara komið þangað og Nú bara spurningi hvernig Já, nú þurfum við bara að leysa úr þeirri stöðu og það gera menn auðvitað með því að hagræða í rekstri, taka á vandamálum, vera hreinskilir, afskrifa í reikningunum og hreinsa burt all vafatriði því að fyrr getum við í rauninni ekki farið að samfæra umheiminn það að við séum í lagi. Og í því felst líka að efnahagsstjórnin þarf að ná okkur í jafnvægi, við þurfum að ná viðskiptahallanum niður í ásættanlegar stærðir og þannig fáum menn tiltrú á það að við séum að nálgast jafnvægi í hagkerfinu. Fyrr mun fjármálakerfið og Ísland í rauninni ekki ná fullri tiltrú. Það eru mörg teikn það að við séum að komast út úr því versta en það er of snemmt að segja til það. Já, menn hljóta menn eru að horfa til sameininga núna og áður en við tölum aðra íslenska banka í þessum efnum að þá á Hreiðar Már að hafa sagt við finnska blaðið Kauppalehti að það væri ekkert útilokað að Kaupþing myndi kannski sameinast erlendum banka. Nei, ég held að það sé alls ekki útilokað og ég held eiginlega sko að það myndi að mörgu leyti ekkert bara Kaupþing, ég held að allir bankarnir séu í þeirri stöðu að það getur alveg komið til greina annarkvort að erlendir aðilar gerist sko kjölfestu fjárfestar eða menn sameinist inn í erlendar fjármálastofnanir. Heldur þetta sé að gerast núna bak við tjöldin? Sko ég held að menn séu örugglega að leita leiða til þess að fá erlenda fjárfesta inn í bankana og séu jafnvel tilbúnir að gefa eftir leiðandi stöðu í því. Ég held að það myndi gera gríðarlega mikið fyrir kerfið. Það er svona eins og staðinu núna þá ef að menn að horfa út úr verstu lausafjárkrísunni þá ég held reyndar að sko Landsbankinn með þessi innlán Kaupþing búið að fjármagna sig
töluvert langt fram í tímann. Ég reikna með að það sé að gera slíki hluti hjá Glitni núna alveg á næstu dögum. Seðlabankinn búinn að ganga frá eftir því sem ég heyri ákveðnu lánalínum við erlenda seðlabanka. Þannig að það bara spurning hvenær menn vilja stíga fram og hvort að menn taki ákvörðun að fara þá leið sem ég held að menn eigi að gera vegna þess að ég held að ef við erum að sjá til sólar á alþjóðamörkuðum þá muni slíkt skref taka okkur út úr þessari erfiðustu umræðu. Þannig að við erum það ýmsir möguleikar í þessari stöðu en það alveg jafn ljóst að við þurfum það þarf að fara fram ákveðin hreinsun í hagkerfinu. Við getum ekkert flúið frá því og það mun þýða að það verða fyrirtæki hér gjaldþrot og einhverjir muni lenda í vandræðum. Það útilokað annað. Já, ætli þetta verði, hvað erum við að tala um stórt vandamál? Það ómögulegt að segja. Ég meina vandamálið þetta. Það fer eftir í hvar þú situr. Ef maður horfir út frá sínu nánustu umhverfi þá sé ég ekki að þeir sem ég þekki best lendi í miklu vandræðum en ég þekki líka fólk sem þegar farið að lenda í vandræðum. Það eru fjárfestar, það eru þeir sem eru á veldudrifinni veldudrifnum launum í samfélaginu þegar það dregur úr því og laun lækka og jafnvel einhverju missa vinnuna og tekjur ríkissjóðs munu líka skreppa saman sem auðvitað eitthvað sem ríkissjóður átt að vera búin að hugsa fyrir langa löngu því að það lá ljóst fyrir að þetta myndi enda einhvers staðar fyrir 4-5 árum síðan. Já, þannig að það fyrri ríkisstjórn sem hefði átt að vera búin að standa sig betur. Já, afleiðingarnar í dag eiga ekki rót í ákvörðunum síðasta árs. Það eiga rót í ákvörðunum sem hafa verið teknar á síðustu 10 árum. Þannig að maður getur nú ekki að brosa þegar formaður Framsóknarflokksins kemur fram eins og þetta sé hún nýtíðindi. Þetta var gagnrýni sem var höfð uppi á þá ríkisstjórn. Það hins vegar pólitíkus að vera að kenna hver öðrum aðrir þurfa að horfast kannski fremur í augu við staðreyndir og reyna að finna leiðir til þess að leysa og vinna sem best úr þeirri stöðu sem við erum í dag. Já, tíminn flýgur frá okkur, það eru 2 atriði sem ég vil fara yfir, annars vegar Glitnir að sameinast BYR? Það held ég. Ég held að það sé bara í vinnslu. Menn þurfa að klára fyrst að gera BYR að hlutafélagi. En ég held að það sé alveg sömu skynsamlegu rök fyrir því eins og fyrir Sprún. Já, þannig að þetta bara spurning hvaða vikur? Já, það getur vel verið að fleiri blandi sér inn í þá baráttu. Mér kem ekkert óvart þó að Landsbankinn lyfti upp hönd og reyndi að taka eitthvað þátt í þeirri þróun. Já. En við möttum að sjá, en ég held að það sé klárlega undirbúningi. Já, hvað með Landsbankann og Straum? Ég held að það sé skemmur á veg komið. Þar vita menn svo sem af því að það tekur ekki langan tíma að taka slíka ákvörðun og menn geyma það. Þar ertu aftur með það sem að hindra kannski sameiningar fjármálafyrirtækja sem eru að sækja sér fé út á lánsfjármarkaða. Að þar eru 1+1 ekki 2, heldur 1,5 og menn bíða með svoleiðis sameiningar þangað til að úrrætist í fjármögnun fjármálafyrirtækjanna. En ég held leið og menn sjá til sólar þar þá fari menn að vinna í þá átt með einhverjum hætti. En það náttúrulega það menn eru að skoða held ég alla möguleika því að það ætla sér allir að lifa af þetta tímabil og verkefnið að lifa þetta af, ekki að græða mikla peninga þessa dagana, heldur fyrst og fremst að styrkja trúverðugleika sinn og styrkja þá trú að menn komist í gegnum þetta. Já, sjáum til. Hvað með, ekki það, við erum bjartsýnir að menn komist í gegnum þetta, svona overall. Þessi Robert Aliber, þessi bandaríski hagfræðingur, hann hreint ekki bjartsýn. Nei, og það engin ástæða til þess að allir séu bjartsýnir. Svartsýnismenn eiga fulla rétt á sér, hins vegar fannst mér svona glannalegt hvernig hún var slegið upp eins og í Morgunblaðinu í dag. En í sjálfu sér í anda þess að Morgunblaðið hefur nú viljað sjá hlutina fara til helvítis svona mestan part og nema þetta sé hinn ríkjandi tilhneigingin í ritstjórn blaðsins að meta menn til andlegs atgerðis fyrst og fremst eftir stærð blöðruhálskirtisins. Býtu nú við, Morgunblaðið náttúrulega bara að segja frá því sem að virtu prófessor segir. Já, það framsýning. Hann sagði nú ýmislegt annað og þetta voru nú kannski minnst rökstuddu punktarnir hjá honum. Hann sagði mér skilst og ég held
hátt og svona, hann virðist ekki hafa rannsakað og skoðað þetta, hann virðist til dæmis að hafa ranghugmyndir skuldasamsetningu þjóðarinnar og ekki kynnt sér sérstaklega vel rekstrarreikninga bankanna, þannig að þetta voru svona glannalegar yfirlýsingar en ég meina menn mega alveg vera með glannalegar yfirlýsingar en það svo spurning og hann svo sannarlega ekki svo eini sem á þessari skoðun. Nei, að sjálfsögðu eru skipta skoðanir það ég hins held að þeir sem hafa rannsakað og skoðað íslenskt bankakerfi og hagkerfi skrifa ekki undir þessar yfirlýsingar hans og þar af leiðandi finnst mér að menn hefðu nú kannski átt að draga inn í þessa umræðu fleiri sjónarmið áður en þeir skiltu þessu forsíðu en menn ráða því líka. Nákvæmlega, Hafliði, takk kærlega fyrir komuna. Segjum þetta gott að hádegisviðtölinu, það verður aftur hér á föstudag, verið sæl.